ég heiti Lóli og ég ætla að gera fyrir ykkur pekan hnetuköku. Við byrjum á því að taka 100 g af smjöri sem við ætlum að bræða í potti. Við þurfum 2 dl af hveiti, setjum það í skál og svo þurfum við 1 dl af sykri. Blöndum þessu saman. Við eftir að smjöri bráðni vel því við þurfum að blanda því síðan hérna út í hveiti og sykurinn. Og meðan þá getum við smurt þetta form. Þá gerum við bara svona, tökum svona smjörklípu í eldhúsbréf og nuttum bara formið vel að innan með því. Blanda þessu bara hérna saman við og hrærum þetta vel saman. Svo tökum við þetta bara, setjum þetta hérna í og notum svo bara puttana og þrýstum þessu jafnt yfir allt. Þetta er bara svona, einfalt og gott. Já, nú er kakan búin að vera inn í ofnum í 20 mínútur. Þá tökum við hana út og leyfum henni aðeins að kólna á meðan. Nú þurfum við að græja það sem fyrir ofan á hana. Þá byrjum við á því að taka 2 matskeiðar af smjöri og bræða það. Þá ætlum við að hræra saman 2 egg og létt þeyta þau. Og þá ætlum við að blanda út í þetta púðursykri. Það er bara 1 dl af púðursykri. Og svo er það síróp, 3 matskeiðar af sírópi og það hrærum þetta vel saman. Púðursykurinn og sírópið blandast vel út í eggin. Svo er smjörið klárt. Þá tökum við það bara beint af og hellum því hérna úti. Hrærum þessu vel saman. Og þegar við erum tilbúin með saxaða möndlur, þá bara hellum við þeim hérna beint úti. Tökum við pekanhennar og söxum þær bara svona gróft. Allan hérna í. Þá er þetta orðið svona rosalega þykku gumsi sem við hellum núna síðan yfir kökuna og bökum þetta aftur svo að það verði svona mjög crunchy ofan á. Og svona svo bara dreifum við þessu létt yfir og smellum þessu aftur í ofninn í 20 mínútur. Þá er bara að taka hana og skera hana í litla bita. Voilà, þá er kakan tilbúin. Nú bara skella henni á borðið og fá sér góðan kaffibolla með. Verði ykkur að því.